stétt svo munurinn þarna þessi heimildir og ekki eitthvað sem húsvæðir og ekki sem hjá þetta. Já, þú geta liðið það. Já, það eru þannig alveg með eftir sko. Það eru bara vinna hjá einum bónda eina vikuna og við þannig og svo einhverjum öðrum mest. Það eru ennþá ótryggari tilvera. Jæja, góðan daginn og velkomin á enn félagsstjórinn í röð félagsfornleifafræðinga og sprautarfornleifafræði og fjölmiðlasafnsins. Eitt af þessum hálfnuð með prógrammið á þessu orðmisseri. Og í dag ætlar Sólveig Guðmundsdóttir Beck að segja okkur frá gerðfræði íslenskra kvarnarsteina. Góðan daginn, takk fyrir komuna. Ég ætla svona bara aðeins að tala flokkunina á steinunum eins og ég svona búin að vera ímynda mér hana svona hingað til og hún ekki alveg fullkomin ennþá. En hluti af rannsókninni er sá að ég að skoða útbreiðslu nýjunga og þó að kvarnasteinarnir séu kannski ekki alveg 100% nýjung að þá eru þeir samt svona ný viðbót í íslenskt samfélag á þessum tíma í lok 18. aldar. Og ef maður skoðar rannsóknir í svona útbreiðslu á nýjungum, til dæmis í Bandaríkjunum, í landbúnaði og líka bara náttúrulega rannsóknum á bæði nútíma samfélögum fyrir tíma internetsins og óþróuðum samfélögum, vanþróuðum samfélögum í Suður-Ameríku og Afríku, að þá eru alltaf svona ákveðin einkenni í þessari þróun og kvarnasteina, upptaka kvarnasteina í lok 18. aldar og byrjun 19. aldar, það er svona eiginlega bara svolítið svona skólabókardæmi slíka dreifingu nýjunga og hvaða þætti þarf að íhuga og skoða í því af hverju hún varð af hverju hún tókst í rauninni. En bara svona til að byrja að þá ég búin að fara í gegnum bara næstu hvaða heimildi sem til þess að finna upplýsingar kvarnasteina og oftar en ekki þá þetta bara setningar hér og þar. En það eru ákveðin skrif sem koma fram með fagheiti fyrir kvarnasteinin og hlutana af kvarnasteininum. Og það þá, elsta heimildin þá skrif Einars Bjarnasonar prófasts á Kirkjubæjarklaustri þar sem hann lýsir mismunandi hlutum á kvarnasteininum og Skúli Magnússon skrifar Meltekju og Sæmundur Magnússon Hólm, þeir skrifa báðir Meltekju í Skaftárhlíðslum 1769 og 1781 og það svona Skúli, þar er bara eins og ég segi, bara fagheitin yfir parta af kvarnasteinunum og aðeins svona mjög lítillega Meltekjuna á meðan að Sæmundur Magnússon skrifar alveg gríðarlega mikið bæði framleiðslu og umönnun og vinnslu og hvernig maður býr til kvarnasteina. Og svo fann ég eina heimild 1871 eftir einhvern sem með uppástafuna JS. Það er mjög pirrandi að stundum skrifaði bara uppástafuna og það aldrei nafnið á mönnum sem að skrifa í þessum fyrstu ritum á 19. öld. Þannig að ég veit, hann er í Eyjafirðinum en ég veit ekki hvað hann heitir og hann talar hvernig maður á að skerpa ákvörðun og þá talar hann hvernig maður á að búa til rásir á mölunarflötinn til þess að það sé auðveldara að mala kornið. Og það þá talar hann hvernig hvað maður hafa mikið bil á milli kvarnanna og slíkt. Þannig að það svona, þetta eru helstu reytingar sem maður talað hvernig hvaða hlutar eru í korninu. Og ég veit ekki hvort þið sjáum þetta seglið, þetta í seglraufina og það gátur fer ofan á standinn, þannig að hvernig kastast ekki til. Og Sæmundur talar að hún sé úr tré oftar en ekki
og þá stundum með málmhólk í miðjunni til þess að passa á eyðstykki, en flestar nútíma kvarnir sem ég hef skoðað á söfnum eru með járnsegli og og blýsett á enda þess festara möndurgat, þeir kalla handfangi möndur, það pínlítið svona óþjált og ég er ekki alveg farin að geta notað það almennilega, það kannski spurning hvort að maður notar ekki bara handfang og handfangsgat eða handfangsrauf, en það svona, þetta er nafnið sem við notuðum á þessum tíma og þetta eru svona helstu einkenni sem maður þarf að íhuga og skoða til þess að flokka það. En þarna í lok 18. aldar, þegar þeir eru að reyna að endurvekja eða hvetja til kvarnasteinaframleiðslu, að þá eru fluttar inn erlendar kvarnir, frá Noregi líklega. En það er ljóst á heimildum að þeir hafa líklega verið óunnir. Það er Jens Lassenbuch, kaupmaður á Ísafirði, hann fær verðlaun í lok kringum 1790 fyrir að vinna og laga til innfluttar kvarnir þannig að þær virki fyrir Íslendinga. Og Jón Sveinsson, sýslumaður í Sögu Múlasýslu, 1783, hann kvartar yfir því að allar kvarnir sem eru fluttar til hans séu óunnar. Og sem að gefur svona ákveðin sem gefur það til kynna að innfluttar kvarnir hafi kannski ekki beint haft áhrif á þetta eðlilega útlitið að laga á þeim kvarnum sem eru til frá 19. og byrjun 20. aldar. Og þegar það er alveg greinilegt að hæfnin og þekkingin á kvarnasteina og á grjótvinnslu það til staðar og það góð að þeir virðast ekki verið í neinu vandræðum með að búa sér til kvarnasteina. En þetta kvarnasteinin ekkert of flókin hæfni ef við förum út í það. Þannig að þeir ætti ekki að hafa neitt ætti ekki að hafa verið í neinu vandræðum sem búa sér til kvarnir og finna sér steina. En í heimildum það greinilegt að þeir sem að byrja á því að búa sér til kvarnasteina eru hreppstjórar, sóknarprestar og velstæðir bændur sem að höfðu efni á og kannski áhuga á að búa sér til kvarnir og pröfa. Því að vegna þess að þó að sýslumennirnir hafi dreift upplýsingunum og dreift þessari þekkingu það væri nú gott að búa sér til kvarnasteina, að þá höfðu þeir ekki það mikið áhrifavald á hinn almenna bónda til þess að þeir myndu nýta sér þetta og taka upp þessa tækni til frambúðar. Og það verður framleiðslunni náttúrulega til happs eða það ýtir undir en að það er nýtanlegt efni kvarnasteina á mörgum stöðum á landinu og mörg víð og dreif. Flutningshættir voru mjög frumstæðir og þú varst ekkert að fara að framleiða mikið af kvarnasteinum og flytja á langa leiðir því að það var bara ekki tækifæri til þess. Þannig að oftar en ekki voru það bara einn bóndi sem bjó til kannski bara fyrir sig eða einn bóndi sem bjó til 2-3 ár og kannski fyrir sveitina sína. Þannig að það var ekkert, þetta var engin flutningur beint á efnið. En það hefur líka haft áhrif á það að við það að búa til kvörn þá er að frekar lágur framleiðslukostnaður. Þú ert að ná þér í grjót bara út í náttúrunni sem er ókeypis og þú getur búið til kvarnasteinina í dauðum tíma yfir veturinn, þannig að þú ert ekki að taka vinnu frá öðrum verkum. Og svo náttúrulega gaf konungurinn verðlaun í kringum 1780-1790, þannig að þessi verðlaun voru til staðar og þau minnkuðu áhættuna fyrir þá sem að vildu pröfa að búa þá til. Þannig að það var svona ákveðin hvati sem að hjálpaði líka til við að gera nýjunguna eða kvarnasteinana sýnilegri
á viðkomandi stöðu. Og svo það ríkið, svo þegar tíminn líður þá verður það líklega greinilegt að þú ert ekkert að fara að fjöldaframleiða kvarnasteina á Íslandi vegna þess að þú ert ekki með þannig námur eða þannig staði þar sem getur unnið marga kvarnasteina í einu fyrir utan kannski í Geitlandi sem bara líklega fyrir Borgarfjörð. En þetta var aldrei mikil fjöldaframleiðsla. Og ríkið í rauninni 1784 held ég að það afsalar ríkið sér réttinum til þess að stjórna eða þróa eða skipuleggja þessa framleiðslu. Þannig að framleiðslan fer yfir í hendurnar á bændunum sjálfum. Og það ein af stóra ástæðanum fyrir því að þessi nýjung eða þessi hugmynd lifir af og heldur áfram og lifir af alveg fram á 20. öld. Að Íslendingar gátu gert hana að sinni hugmynd. Þeir gátu lagað hana að sínum aðstæðum, þeir gátu nýtt sínar eigin hugmyndir og sitt eigið efni til þess að framleiða hana og þá var engin neikvæður utanaðkomandi áhrif sem voru að letja þá sem voru innanlands að búa til kvarnasteinana. Til þess að skoða einn af þessum hlutum þessi enduruppfinning, þessi aðlögun, þessi staðreynd að Íslendingar gátu gert þetta sjálfir, að þá hlýtur að hafa orðið einhver breyting. Jú, það eru kvarnasteinar í Vestur-Skaftafellssýslu og Skaftafellssýslunum og það eru kvarnasteinar í Skálholti og á þessum stærri stöðum þar sem þeir eru nýta maltið í brennivín eða bjór, en það hlýtur að hafa orðið einhver breyting þegar það eru fullt af bændum að taka upp það að búa til kvarnastein upp hjá sjálfum sér og það sést alveg á safninu að kvarnasteinarnir eru eins misjafnir og smiðirnir eru margir. Þannig að það hlýtur að hugsanlega sést einhvers konar breyting á þessum tímapunkti. En safnið sem ég er búin að vera að skoða, fyrir utan kaffikvarnirnar, þá eru þetta 493 steinar alls og inn í því eru 80 pör og þau eru, það minnst 55% af safninu er frá seinni hluta 9. aldar eða nútíma. Og það er 59% eru heilar kvarnir og 41% eru brot. Og oftar en ekki þá eru brotin, þá hafa brotin komið úr fornleifauppgröftum, héðan og þaðan. Og það er greinilegt að það er alveg 75-76% af öllum steinunum þeir eru innlendir, úr innlendu íslensku bergi. Erlendir steinar eru glimmerskífa og sandsteinn sem er berg sem er ekki til á Íslandi. Þannig að það er einfalt að segja til hvort að kvarnasteinn er íslenskur eða erlendur. En það eru líka 13% steinunum sem ég skoðaði við hraungrýting, en þeir eru allir nútímasteinar. Og það er alveg greinilegt að þeir eru fjöldaframleiddir, þeir eru næstu því jafn sléttir á brúnunum eins og kakan sem þið sjáu þarna og það eru ákveðin merki það sem sjást ekki vinnslu sem sjást ekki á íslenskum kvarnasteinum, þannig að það er í rauninni frekar einfalt að segja að þetta er erlendur kvarnasteinn og að þetta sé hraungrýti. Þannig að erlendu steinarnir eru, þeir eru frekar auðgreinanlegir og flestir sandsteinar og hraungrýtir eru frá nútíma. Lýsingar á framleiðslunni, hvernig steinarnir voru framleiddir, þær eru mjög litlar. Aftur er það Sæmundur Magnússon Hólm sem er á þessum 1781, þá er hann út í Kaupmannahöfn sem að læra til prests held ég, minni mig. En hann skrifar eldtekju í Skaftafellssýslum og hann skrifar stuttan kafla það hvernig þú býr til kvarnir. Og það eru setningar hér og þar í rentukammerskjölum þar sem er talað hvar bændur ná í grjót og hvaða vandamál eru við að búa til kvarnir. En það er allt eins og sé mjög óljósar heimildir og svo er það þessi JS, þar sem gefur leiðbeiningar að skerpa kvarnasteininn og það eru rásirnar, þið sáðu furrows eða rásir á kvarnasteininn niðri
Og svo það Kristleifur Þorsteinsson sem skrifar efnistökuna í Geitlandi úr byggðum Borgarfjarðar. Þannig að það svona, þetta er lítið en þetta samt ákveðið, það er ákveðið trend að allar þessar lýsingar að þær hafa það sameiginlegt að það er alltaf verið að tala notkun á járni og að finna efni sem unnið svona upp á vissu marki af náttúrunnar hendi. Þú þarft að vera að leita að hellum af ákveðinni stærð og af ákveðinni þykkt sem þú þarft ekki að kljúfa og til þess að þú þurfir ekki að nota eins mikið verkfæri til þess að móta það en ella því að eins og við vitum að þá var járnið var talið frekar svona verðmætt og óþarf að vera að eyða því að maður þurfti þess ekki. En það eru til dæmis í endurkanningsskjölum að þá er verið að tala að bændur, man ekki hvort það í Rangárþinginu eða Árnessýslunni, þá voru bændur sem voru kvart yfir því að þeir fundu ekkert annað grjótheld en það sem þurfti að kljúfa. Þannig að það var alltaf verið að einbeita sér að því að finna grjót sem að væri auðvelt að bara taka með sér heim. Og efnið náttúrulega, og þetta er náttúrulega ákveðin hefting sem að heldur svona gerir framleiðsluna svolítið svona einfaldari, kannski grófari, ég veit ekki. En þegar maður hugsar flokkun, að þá íslenski kvarnasteinninn veila bara nokkuð einfaldur. Þetta allt snúningskvarnir, það eru allar hringlaga. Til dæmis í Noregi að þá eru til kvarnasteinar sem eru greinilega egglaga, þeir eru aflangir og þar þurfa þeir að flokka steina í hringlaga og egglaga en flestir íslenski steinar þó þeir séu kannski bara pínulítið egglaga þá er yfirleitt alltaf, þeir eru yfirleitt alltaf svona gróflega hringlaga. Þannig að það hefur engin áhrif á flokkunina í rauninni. Og þegar við þurfum að flokka kvarnirnar þá þurfum við að hafa áhyggjur af sliti og þá getur maður svona eiginlega sagt sig sjálfur að þyngd kvarna eða kvarnasteina brota og þykkt ekki áræðanlegar stærðir sem maður myndi nota til þess að flokka steina af því þetta er svo misjafnt eftir því hvernig steinarnir eru nýttir og jafnvel í sumum tilvikum hæð mölunarflatar því að stundum eru kvarnirnar skakkar og þá hæðir mölunarflatarinn ekki eins báðum megin við augað. En maður þarf í rauninni bara að taka hvern stein fyrir sig og skoða hann út frá því. Bergfræðin, eins og ég sagði áðan, á Íslandi þurfum við að hafa bergfræðin í huga út frá því að flokka það í erlend og innlend. En það eru of margir óþekktir upprunastaðir á Íslandi til þess að það sé hægt að vera, til þess að það sé í rauninni borgi sig að vera að pæla í efnasamsetningu steinana vegna þess að þeir eru flestir úr basalti og hvort þeir eru millibasalti eða alkalíbasalti eða þólítbasalt skiptir litlu máli. Sérstaklega vegna þess að af því að við höfum ekki ákveðnar námur til þess að leita í, til þess að bera saman við, að þá í rauninni engin tilgangur í því að vera að velta fyrir sér efnasamsetningun í rauninni. Lögunin, hún er mjög fjölbreytt og þá er ég að tala þversnið og þessi almennu einkenni af því að það voru margir smiðir og þetta er lítið fjöldaframleiðsla og það eru hver í sínu horni að búa til kvörn eftir sínu nefi, þannig að það er mikið persónulegan smekk og kannski líka þarf maður að horfa á hæfni hvers smiðar fyrir sig og svo getur maður líka kannski hugsað tjáningaform og trúarbrögð því að það eru nokkrir kvörnasteinar sem eru með krossskreitingum og einhver slíku. Og svo þurfum við að hugsa efniviðinn, hvernig er efniviðurinn og hvað tæki og tól höfum við til þess að nota. Og svo er það notkunareinkennin, þá erum við að tala skammtarann eða augað, hæð mölunarflatarins, möndulskaft, seglrauðir, rásir og gerð þeirra og staðsetningu. Og það er þetta sem við þurfum að hafa í huga þegar við flokkum bergið.
ef við skoðum bergtegundirnar að þá sem sagt erlend berg, þá það myndbreytt berg, setberg og hraunsteinn, eins og sagði áðan. Glimmerskífan sem sem myndbreytt berg, 71% af erlenda berginu, það sem sagt líklega sem sagt allt frá Noregi og það eru líklega 3 upprunastæðir. Það mjög skemmtilegt að þeir eru allar mismunandi stöðum, sem sagt Selfosssteinarnir eru allir nútíma steinar og þeir sem sagt eru frá Mið-Noregi. Hillestadsteinarnir eru sem sagt frá Vestur-Noregi, sem sagt voru fluttir út frá Bergen. Þeir eru sem sagt víkingaldar og miðalda steinar oft á tíðum og svo það Saltdalssvæði sem í norður, sem sagt á Norðurlandi í Norður-Noregi sem mjög norðarlega og mjög, en það eru mjög fáir þaðan og það virðast vera miðalda og nýalda steinar. Þannig að það svona skemmtilegt að skoða þá. En ég hef miklu meira áhuga á íslenska steinana, en og þegar maður skoðar sem sagt íslensku steinana þá meiri hlutin, það náttúrulega hafi ekki verið gerð neinar eignargreiningar, en þetta bara að skoða kristalla og steindir í smá handsíli eða í steinunum sjálfum. Þannig að ég hef svona gróflega flokkað þetta niður í basaltsteina og þá sem eru grófari kvotastærð og djúpberg, granófýr og díorít og gangberg og slíkt. Þannig að það er alveg greinilegt að mikill meirihluti íslensku steinana bara svona generic basaltsteinar. En það er miklu áhugaverður að skoða textúrinn heldur en efnasönnunarsamningur í rauninni, því að það er alveg greinilegt að 95% steinana eru blöðrótt. Þeir nota ekki massíft berg, þeir nota blöðrótt berg og sem mjög líkt rínasteinunum frá Þýskalandi. Þannig að það er miklu áhugaverður að skoða textúrinn heldur en efnasönnunarsamninguna. Og íslensku steinarnir eins og ég sagði áðan, af því að flutningsleiðirnar eru svo lélegar eða voru svo lélegar að þá finnast þeir sjaldan langt frá upprunanum. Og þó að ég viti það ekki með basaltsteinana þá getur maður sagt sér það út frá þeim sem eru úr súru bergi, tragíti eða ríólíti. Því að þar mjög oft, ef það finnst á einhverjum bæ, að þá mjög oft bara í sama dal eða næsta dal að þar námur af eða einhver svona megineldstöðar þar sem maður finnur svona berg. Þannig að þeir eru sjaldan langt frá upprunanum. Það er mjög oft hægt að sjá á steinunum þegar að þeir eru teknir, þegar þetta eru náttúrulega, hvað ég á að segja, þetta er náttúrulegt grjót sem hefur orðið fyrir veðrun, vatni og vindum og þá sér maður svona þessi sléttu yfirborð, sléttu ójöfni yfirborð á steinunum og skófir. Þessi alveg svona renni sléttur og það alveg greinilegt að þetta ekki, hann hefur ekki fundið einhver ákveðna hellu sem var líka gert og þá ertu í rauninni bara með sílinderstein sem mjög einfaldur, þannig að efniviðurinn setur ákveðna skorður það hvernig það líta út. Og þeir sjáu þetta bara svona til gamans, þá var þetta kvarnasteinaklappa sem var líklega notuð til að skerpa upp steinana þegar þeir voru hættir að mala nógu vel. En oftar en ekki eru þeir blöðróttir af því að blöðrurnar hjálpa til við að mala kollið og þá þarf í rauninni ekki að skerpa á þeim. Eða mjög sjaldan að mestum stein. Og oftar samt eiginlega frekar sjaldan að þá sér maður meikil för á yfirborði steinunum. En það kemur fyrir, þannig að það er svona ýmislegt sem maður þarf að hafa í huga með efniviðinu. En það er aðalega eitrilögunin sem kemur inn í að flokka það. Allar kvarnirnar á Íslandi eru samlokur og það er ég skráði eina pottakvörn sem stór, sem yfir 40 cm þermál. En af því að ég get ímyndað mér af því að þær eru hrikalega klunnalegar og örugglega ömurlegt að mala kornið, ná mjölinu úr, að þá hafa þeir ekkert verið neitt voðalega svona hentugar. Þannig að bara yfirþyrmandi magn af kvörnasteinum eru svona venjulega samlokur sem eru bara 2 steinar saman.
mikið til, sem sagt, mikið af kaffikornunum hins vegar eru pottakvarnir, en þær eru bara pínubókulillar. Þannig að það svona, ég þurfti ekki að hafa ágjörð af því í flokkuninni. Það stundum sem sagt, skoðað svolítið í útlöndum þar sem kvarnasteinarnir eru nokkuð þykkir, sem sagt, þeir eru þykkri í rauninni heldur en þeir eru í þvermál. Þeir eru rosalega þykkir en rosalega litlir og þá þarf að hafa skoða hlutföll, þykktar og þvermáls, en svo aftur á móti að það þarf maður að hugsa aftur þessi þegar þeir eru notaðir, að eftir því sem þeir eru meira notaðir og þeim þynnri sem þeir verða, þeim minna að marka ákveðin, normin kalla það 10% stöður, þar sem þú deilir þykktinni í þvermálið og margfaldar með 100, að þá ertu að skoða hlutfallið á milli þvermáls og þykktar. Og þó ég skoðaði alla þykkustu steinana, að þá fór stuðullinn aldrei yfir 35, þannig að þeir eru alltaf meira í þvermál heldur en þeir eru þykkir, þannig að það skiptir engu máli upp á flokkuna. Það var einn steinn sem ógeðslega ljótur og lélegur frá Austurlandi sem var yfir, held ég, 42, en það líklega bara því að það var ekki verið að vanda sig neitt voðalega mikið við að gera kvarnina. Útlínur, alltaf hringlaga, egglaga, skipta ekki máli í flokkuninni. Og þá það aðalega þversniðið, hvernig það lítur út í þversniðið, þetta sívalingur, þetta keila eða þetta hálfkúla í svona þversniði og hver hæð mölunarflatarins. Þetta voru svona helstu atriðin sem ég notaði til að flokka. Héðan hingað, hæðin, héðan og upp í augað, það há. Hérna 0, hérna 0,5, 1, 3 og svo 6. Og það fáir sem að hafa svona háan mólunarflöt en mjög margir sem hafa 0 til kannski 0,5, 1 og svo. Og þá það notkunareinkennin, og þá erum við að tala hvernig eru steinarnir með skammtara eða svona hólf efst í auganum til að halda utan kornið. Eru kragarnir eða bríkurnar sem eru utanum, þetta hérna bríkin, svona bílahólkur kragi utanum augað. Er þetta skraut eða er þetta nauðsyn? Það ég notaði bríkurnar í flokkuninni vegna þess að það eru einfaldlega allt og margir kvarnasteinar með brík til þess að hunsa það. En svo eru líka aftur á jafn margir á móti sem ekki með hana. Og Sæmundur Hólm, hann talar það að hún sé til þess að passa að kornið fari ekki út allt. En hvort það var beinlínis nauðsynlegt, veit ég ekki. Handföngin eða möndurskotin, hvernig þau litu út, það eru aðalega 3, og þau eru náttúrulega ein mismunandi gróf eins og þau eru mörg, en það eru svona 3 helstu gerðir, það bara svona spengt, ein hóla, eða það eru svona raufar, og hóla eða rauf, þannig að annarkvæmt þeir handa ekki beint niður, eða þá það kemur hérna, og það er svona stautur sem fer hérna inn í raufina, og það er sett blý yfir. Og ég ákvað að taka ekki gerð handfangana með vegna þess að það eru bara þessar fáu tegundir og flestar af raufunum eru á nútímasteinum og meðan að flestir af eldri steinunum eru með svona einfaldar hólur. Skammtari, það er í rauninni bara 1 eða 2, hvernig skilgreinir maður hvenær hefur kvarnasteinn skammtara og hvenær ekki. Ég ákvað bara að ef það væri ekki svona pláss fyrir ofan, hérna fyrir ofan augað, að ef það væri ekki pláss sem að hefði svona, kassalaga, í rauninni bara þar sem að kornið getur setið án þess að fara ofan í augað, að það væri skammtari. Og það er í rauninni engin íslensk kvörn sem með skammtara fyrir utan þess að
sem að gæti væri hægt að segja að væri pínlítið svona skál fyrir ofan en þetta mjög svona auðmikilvægt og ekkert voðalega svona ekkert voðalega svona svona konkrétt. Þannig að ég sem sagt enginn af íslensku kornunum hefur skammtara heldur bara svona mismunandi svona hvað ég segja mismunandi dæmi af í rauninni auga sem að í rauninni það lítill mismunur á að það er í rauninni ekkert hægt að taka með í flokkuninni. Seglbréfarnar, þær eru alltaf eins og alltaf á neðra yfirborði efirsteinsins, þannig að það er engin breytileiki í þeim, þannig að þær eru ekki í flokkuninni. Og svo það rásirnar sem eru flestar, sem að flestar liggja svona eins og geislar út frá miðjunni, þannig að þær ég notaði þær ekki í flokkunina heldur, af því að maður alltaf vill hafa flokkana ekki of marga og ekki of flókna. Skraut, ég veit ekki hvort að maður getur nota það í flokkun, að minnsta kosti ekki á Íslandi, vegna þess að það virðist vera svo handahófskennt. Jú, það eru algengustu skreytingar, það eru svona hringir og línur eins og þið sjáum á skálholtssteininum efst, og svona hringir í kringum steinin og það eru krossar, stóri krossar sem að ná yfir allan steinin. Ártöl eru kannski örfá, upphafsstafir tveimur ef ekki þremur steinum, og svo eru upphleypt mynstur eins og þið sjáum hérna, svona lífmynstur þar sem það er hægt svona munur á. En það er mjög áhugavert að 19% af efri steinunum eru skreyttir, en meiri hlutin af þeim er frá þessum stóru stöðum sem að líklega höfðu maltkvarnir líka og höfðu áður notað kvarnir fyrir þennan tíma. Og það eru Viðey og Bessastaðir og Skálholt, og það eru einhverjir örfáir í Aðalstræti sem eru með svona hringamynstur. Þannig að það er svona ástæðan fyrir skrautinu getur verið líklega bara einhver svona persónubundið. Já, ég og hæfni kannski. Mér finnst einhver sem hefur meiri hæfileika en annar hefur, hvað ég að segja, treystir sér til þess að búa til alls konar mynstur á kvarnasteina og sumir svona, suma langar að setja niður ártöl og sumir sem eru rosalega trúaðir vilja setja krossa á kvarnasteinana. En það getur líka verið að það hafi eitthvað með aldur hefðarinn að gera, að þessi staðir þar sem að kvarnasteinar hafa verið búin til kannski lengi, að þar sé einhver svona vilji eða tækifæri til þess að búa til frekar svona skreytingar eða ekki. En ég ákvað að taka það ekki með í flokkuninni vegna þess að þetta er svo óljóst. En flokkarnir, þetta eru rauninni bara allar kvarnirnar eru snúningskvarnir og þetta eru samlokur. Flokkarnir mega náttúrulega ekki vera of margir og ekki of flóknir, þannig að maður reynir að halda þeim svona frekar einföldum. Og oftar en ekki þá eru yfirsteinarnir flóknari heldur en þeir neðri, þannig að flokkarnir þar eru fleiri. Efnisgerðin skiptir litlu máli og það helsta sem ég notaði var þversniðin, hæð mölunarflatarins og bríkin til að flokka. En svo náttúrulega, maður má náttúrulega ekkert hunsa allt hitt, maður þarf náttúrulega að skoða samhliða og þá getur maður, ef maður finnst tækifæri til þess að setja undirflokka fyrir steinir sem eru með ákveðna tegundir af möndulskotum eða raufum eða skrauti eða slíku. En þetta eru undirkvarnirnar, þær eru alltaf frekar einfaldar og í rauninni þá er ekki mikil breytileiki í þeim. Þarna erum við bara að tala að ég skipti þeim niður í kvarnir sem eru með standardið alveg í gegn eða standardið bara hálft í gegn. Og svo tek ég hæð mölunarflatarins, hann hækkar, fyrst hann bara 0 til 5 held ég, 0,5 til 1
hún fór út í 2 og svo stærri en 2. Og svo, og það bara alveg eins í hinum hvernig. Og svo var ég að setja eitt flott fyrir hvernig, því að hún náttúrulega greinilega allt öðruvísi heldur en hinar. En það í rauninni ekki hægt að draga neinar ályktanir það hvernig yfirkvörnin lítur út af undirkvörninum nema með tilliti til mölunarflatarins, því að þú ert ekki með flata yfirkvörn ef undirkvörnin með 3 cm hátt. 3 cm háa mölunarflat. Yfirkvarnirnar, þar eru flokkarnir miklu fleiri vegna þess að þá þversniðið svona allt öðruvísi. Við erum með keilur, sílinder, efst, þessir eru svona konvex og þessir eru hálfkúlulaga, þetta eru barnir sem eru með svona vör fyrir handtóki sem bara finnast þetta í 5 bara í einu. Þannig að þau fæst sérstaklega á og svo er það þessi pikka kvörn með 10% stuðlinn sem er hærri heldur en 40. Þessi klunalega. Hún er kannski óþörf að það, en mér finnst svona meðan ég var að skoða þetta, meðan ég var að gera þennan fyrirlestur að mér finnst þetta vanti keilulaga kvarnir. Það vorum ekki að tala kvarnir sem með efri yfirborði sem hálfkúlulaga, heldur þær sem bara beint upp. En það fallið þennan þessi vítan hóp eins og en ég held að ég verði að taka þær út og setja þær vegna þess að ef ég ætlast til þess að fólk geti borið saman við borið þetta saman við útlenska steina, að þá eru þeir svo misjafnir í stærð og þá er þetta svona viðmið mikið til haft fyrir erlendar kvarnir. Þannig að ef ég ætla að geta látið bera saman eitthvað, þá þarf ég að hafa þennan hóp með. Svo er það náttúrulega bara spurningin, gerir þetta eitthvað gagni í aldursköningum? Og því miður þá er bara svarið nei. Ég er búin að skoða, dreifa þessu niður á tímabil og ég meina aldurskönningarnar eru alltaf mjög svona, það er eiginlega svolítið alltaf löng tímabil sem aldurskönningarnar eru á, þannig að maður veit ekkert, er þetta fyrir hluta tímabilsins eða seinni hluta tímabilsins, þannig að þetta er svona frekar óljóst ennþá. En það er samt greinileg breyting hérna á nútímasteinunum sem ég er að skoða, þessum 9 sem eru til á söfnum sem hafa varðveist frá því að þeir voru notaðir á 19. öld eða 20. öld, byrjun 20. aldar, að þeir eru yfirgnæfandi flestir með flatan mölunar, flatt mölunareyfirborð. Á meðan að allir erlendu steinarnir eru með meira hæð mölunarflatar yfir 1-2 cm og jafnvel upp í 6 cm. Þannig að það er greinilega einhver breyting og einhver viðbót sem á sér stað þarna á þessu tímabili. Og þá verður manni hugsa til erlendu kvarnana, þessar sandsteinskvarnir og þessar norsku kvarnir, að þær eru allar með flatt mölunareyfirborð. Þannig að það er mjög líklegt að það hafi haft einhver áhrif hvernig kvarnirnar litu út á þeim tíma, hvernig þetta hélt áfram að þróast. Og það er svona eina sem ég geti kannski sett fram í sambandi við þessa breytingu í tíma. En eins og ég segja, þá er bara vegna þess að kvarnasmiðirnir eru það margir og kvarnirnar eru það misjafnar að það er í rauninni ekki hægt að nota þær sem aldursgreiningar tól nema þeir séu erlendar og norskar. Og þá samt eru þær frekar þá er tímabilið frekar vítt. Og hérna eru neðri kvarnirnar líka í tíma. Og það er einn steinn hérna frá aðalsreiðinni sem ég er ekki alveg viss á það sem er mölunarfluturinn alveg flatur. Ég er ekki alveg þannig að og ég meina kvarnasteinar með flatan mölunarflut að þeir finnast til dæmis í Noregi alveg fram á víkingaöld, þannig að þetta er ekki hvað ég að segja, þetta er ekki tímaspursmál og það er ekkert ólíklegt að það hafi verið kvarnir sem voru með flatan mölunarflut
frá eldri tímabölum, en það er bara einn undirsteinn sem er kannski ekkert endilega rétt aldursgreindur, maður veit það ekki. En það er greinilegt að það er náttúrulega erfitt þegar maður er með brot að segja til það hvort að standgatið er allt í gegn eða hvort það er hálft í gegn. Þannig að það er ekki hægt að segja, ég sá einhver steina sem gæti verið með hálft standgat. En þeir eru flestir á Suðurlandinu, kannski 2-3 í Eyjafirði, annars staðar eru þeir ekki. En þar alveg eins og hérna í yfirvistkvörnunum, þar eru flestar kvarningar með flatar mölunarfleti frá seinni hluta nýaldar og nútíma. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega. Spurningar? Með þeirra sögurum má ég meina. Þú sagðir ég held ég að skilja rétt með þegar þú ert að flokka efnið eftir því hvort það er innlent eða erlent. Já. Að einhver prósent, 17% eða eitthvað af erlendu kvörnunum eru 13% úr grýti og þú þekkir það hins vegar af löguninni en ekki grjótinu sjálfu. Já. Ég get þegar ég skoða grjótið, þegar ég horfa á grjótið þá sé ég alveg að það er ekki eins, litabrigðin eru öðruvísi, það er meiri svona fjólublá slíkja á þeim og þau eru miklu fíngerðir og jafnvel næstu fröðkennd. Þau eru allt öðruvísi í textúr heldur en íslenska bergið. En 100% ég get ekki sagt að þeir séu erlendir steinar nema af því að bæði þessi skrýtna áferð, eða ekki skrýtna, en svona öðruvísi áferð á berginu og hvernig þeir eru framleiddir, hvernig þeir líta út í rauninni. Sjá síðustu glæpinu aftur þá. Þessa, já. Þessu, já. Þessa? Næstu. Nei, næstu. Eftir. Þessa, já. Þetta A1, 3. Hérna? Þýðir hérna að það er eins, ef það er eins allar, já. Já, þetta er allt A1, 3. Það er eins allar, bara, prófum það. Já. Nema ekki í yngsta. Já, ég hef ekki fundið þær í yngsta. Hvernig eru hlutfallin í því? Hversu stórt? 400 steinar? 487 held ég, eða eitthvað. Já, 490. Hversu margir af þeim eru Ég er ekki búin að reikna út. úr uppgröftum og þá líklega þá eldri heldur en 1780? Ég er ekki búin að reikna út. En það er líklega svipað bara hlutfall og nútíma versus eldri. 55% eru seinni partur nýaldar eða nútími. Og þá er sjálfsagt kannski, ég veit ekki, 30-40% af þeim með svona hærri mölunarflöt heldur en þessi slétti. Það er eins og að segja eigur sem að gera það? Já, af því að ég er með ákveðna steina, ég er með ákveðna steina og heimildin að segja að þetta er þetta tímabil. Og þá set ég inn, ok, það er þetta hérna tímabil, set hann hérna. Svo kannski finn ég annan, ok, þessu tímabil þá bæti ég hann við. En þegar ég er ekki með nein brot frá þeim tímabilum sem eru auð, að þá set ég ekki inn þessar upplýsingar. En maður getur náttúrulega alveg sagt sér sjálfur að þó ég sé ekki með þessar upplýsingar, þá ætti alveg að finnast steinar á þessu tímabili af sama útliti. En ég vil ekki setja það inn af því ég er ekki með steinar.
Sko í rauninni sem sagt, ég hef svo sem ekki fundið neina lýsingar á því. Ég sparkaði næst í sjálf mig, ég veit að ég hef lesið einhvers staðar að maltkvarnir eru, það er einhver sem gerir athugasemd það að maltkvarnir séu með hærri mölunarföt heldur en kornkvarnir. En ég bara get ekki fyrir mitt litla líf munað hvar ég las það og ég bara finn það ekki. En það getur haft einhver áhrif á hvernig mölunarfötin líta út. En ég veit ekki hvort að það kemur bara út á það sama. Mikið til af þessum elstu eru ekki með rásir. Og það er spurning hvort að mjölið hafi bara, hvort það sé auðvitað fyrir mjölið að færa sig út í hliðana þegar mölunarflöturinn er hallandi. En svo þegar þú ert komin með flata mölunarflötin, þá taki rásirnar í rauninni við. Þá fer mjölið eftir rásanum út í hliðarnar en ekki bara út frá gravity eða þyngdarlögmálinu, skal við segja. En maður getur bara það eru bara tilgátur sko. Svona einhvern veginn, ég hef ekki séð neinar upplýsingar eða heimildir það hver munurinn er. Ef það ekki fleiri spurningar, þá þakka við kærlega fyrir okkur.